Lev Tolstói sagði að allar hamingjusama fjölskyldur væru eins, en sérhver óhamingjusöm fjölskylda væri óánægð á sinn hátt. Verið velkomin á stefnumóti í hádeginu. Þetta er þriðji og síðasti fyrirlesturinn. Fyrst var fjallað trú og seiglu og að rækta sjálfan sig. Síðan trú og velferð barna og af hverju ættum að segja börnum biblíusögur. En í dag ætlum við að fjalla trú og hamingju, trúrækni og lífsgildi fjölskyldunar. Ég heiti Henning Emil Magnússon og er prestur hér í Vídalínskirkju og ætla að ræða við Jóhann Pétur Herbertsson, fjölskyldufræðing. Það er margt sem við ætlum að komast yfir í dag og vonandi náum við að sinna þessu stóra verkefni. Og eitt af því sem við ætlum að ræða í dag er trúrækni. Mér langar að byrja á því að spyrja þig, Jóhann. Ólst þú upp við trúrækni? Sko, já og nei. Inn á heimilinu mínu var ekki mikil trúrækni, ekki svona formleg. Það var ekki sótt kirkja eða ekki farið með bænir inn á heimilinu. Ég átti eins og ömmu sem ég var mjög mikið hjá og hún var trúrækin og hún fór með bænir fyrir mig alltaf á kvöldin og þannig að það var sú kynning sem ég fekk fyrir utan það að ég fekk að fara í sunnudagsskóla hjá séra Braga heitnum sem var hér. Já. Og þar lærði ég náttúrulega allar biblíusögurnar og kannski það sem gerði mér stærsta greiðan í þessu var að amma mín, hún borgaði alltaf fyrir mig í sumarbúðir hjá KFUM og K. Þannig ég fór 10 sumur í sumarbúðir, fyrst í Kaldársil og svo í Vatnaskó og af því bý ég í raun og veru enn. Já. Þannig að þó að trúræknin hafi ekki átt sér stað inn á heimilinu mínu, þá var hún alveg samþykkt, en ég fekk hana annar staðar í raun og veru. Og þú nefndir séra Braga. Jú. Og áttu nú eftir að hafa ykkur meiri kynna af honum, ekki? Já, svo seinna meir fór ég að starfa hér í kirkjunni, hjá séra Braga, í æskulýðsfélaginu og fermingarfræðslunni. Það voru mjög góð ár og það var mikið sem maður gæti lært af honum. Hann var einfaldlega einn af þeim sem hafði hvað mest áhrif á mitt líf, svona trúarlíf til dæmis. Já. Hann hefði verið svona fyrirmynd. Klárlega. Já. En við hófum þessu útsendingu á svaka tilvitnun í Tolstói fjölskyldurnar og ég veit ekki hvað það er hægt að svara þessu. Ég spyr samt, af hverju heldur þú að Tolstói segja að allar hamingjusama fjölskyldur séu eins? Allir það sé ekki vegna þess að við erum öll eins inn við beinið. Við þurfum öll sömu hlutina. Þegar Guð skapaði okkur, þá skapaði hann okkur til þess að vera verur sem að þurfa á tengslum að halda. Ekki bara við hann, drottinn, heldur við hvort annað. Og við þurfum að vera í tengslum, það er alveg ljóst, og fjölskyldur sem eru ekki í tengslum, þær eru náttúrulega bara alls konar. En fjölskyldur sem eru með heilbrigð tengsl, að þær rækta ákveðna hluti og bara svona kjarna hluti í daglegu lífi eins og bara kvöldmatartími, að hittast saman og borða saman og vera ekki í símanum á meðan eða í sjónvarpinu. Þetta er náttúrulega bara undanhaldi í okkar samfélagi, við vitum það. Hamingjusamar fjölskyldur, þær sína kærleika, þær tala saman, þær gera hluti saman, þær eiga hefðir saman. Þannig að, já, ég held að sé alveg ljóst að ef þú sérð hamingjusamar fjölskyldur, þá eru ákveðin einkenni sem eru á þeim öllum. Og þetta vissi Tolstói? Já, þetta vissi Tolstói. Hann vissi margt. Eins og svo margt annað. Ég er að hugsa þessum, eitt af því kannski sem einkennir þessi góðu tengsl, þessi jákvæðu tengsl, það er að fólk upplifir einhvers konar kærleika. Og hvað getur sagt okkur kærleika? Hvernig, því að nú er þetta að segja svo, það getur ekki allir sagt eitthvað kærleika og haft ólíkar kannski hugmyndir. En hvaða augum lítið þú kærleika? Í mínum huga eru ákveðnir þættir sem þurfa að vera til staðar til þess að við getum kallað það raunverulegan kærleika eða heilbrigðan kærleika. Og eitt af því er til dæmis að kærleikur er skilyrðislaus. Hann er ekki háður einhverjum skilyrðum. Mér getur þótt vænt og ég get sýnt fólki kærleika sem að þannig séð á það ekki endilega skilið eða hefur verið sérstaklega gott við mig, en ég get samt sýnt kærleika. Þannig að í raun og veru leið og hann verður skilyrtur,
þá þetta náttúrulega ekki kærleikur, þá þetta í raun og veru bara einhvers konar viðskipti. Ég ger eitthvað fyrir þig af því að þú gerir eitthvað fyrir mig, eða ég hræddur við að gera ekki eitthvað fyrir þig af því að þá gerir þú ekki eitthvað fyrir mig, og þá þetta ekki lengur kærleikur. Síðan annað að það engin ótti í kærleikan. Ég skammast mín ekki fyrir kærleikan. Ég stíg fram fyrir þá sem ég þykir vænt á þess að láta óttan stoppa mig. Þannig að kannski ýktustu dæmin þekkjum við bara náttúrunni, bæði hjá okkur mannfólkinu og dýrunum. Að móðir sem að elskar barnið sitt skilyrðislaust, hún hoppar hann í ljónagrifjuna til þess að ná í það. Hún ekkert að pælja þessum ljónum. Nei, akkúrat. Bara óttinn víkur. Óttinn víkur, já. Og það líka kannski mér langar svolítið líka að ræða við það sko áfram kærleikann og svolítið tengjan við sykurpúða. Já. Því að nú hugsa fólk hvert í ósköpunum maðurinn að fara, en ég veit að þú skilur hvert ég er að fara. Já, sko, sumir skilja kannski. Það snýst tilraun sem að gera á börnum. Það náttúrulega ekki fallegt að gera tilraunir á börnum. En í þessu tilviki þá, margir þekkja eflaust, að þá barninu boðið, þetta eru lítil börn, kannski frá 3 upp í 5 ára aldur sem að þeim boðin sykurpúði. Þetta á ekki alveg við á Íslandi, því að sykurpúðar ekkert sérstaklega vinsælir á Íslandi. Sumum finnast þeir góðir, öðrum ekki. En allavega þeim boðið eitthvað sem þeim langar mikið í og þau mega borða hann strax eða bíða. Og þangað til að viðkomandi kemur aftur að fá þá annan. Og það erfitt þegar maður lítill. Þannig að í raun og veru eftir því sem að manni tekst betur að hafa hemil á löngunum og hvötum, þeim betur gengur mann í lífinu. Og það eitt af því sem að fjölskyldur náttúrulega bera skyldu til að gera, að kenna öllum í fjölskyldinu að gera það. Þannig að við vitum að ef þetta erfitt, ef það finnst erfitt að hafa hemil á hvötunum, að börn sem að eigi vandræði með þetta, að 15 árum seinna þegar við tjekkum að hvað þeir eru stödd, þá eru þau nánast öll í vandræðum í lífinu ennþá. Þau eru í útistöðum við skóla, þau eru í útistöðum við yfirvöld, við foreldra. Þannig að þetta svo mikil og rík skylda hjá okkur að hjálpa börnunum okkar að læra þetta, að bíða, að sitja á sér. Og það alltaf líka, það má kannski skjóta því inn að því að nú kannski einhverju hugsa, þetta að finna út úr þessu bara með sykurpúða eða tveimur, en þetta náttúrulega, þetta ekki bara þetta, maður getur til dæmis séð myndbönd bara á YouTube þar sem verið að framkvæmda próf og svo náttúrulega til merkileg bók sem að gerir grein fyrir þessum prófum og því sem hefur gerst með þetta. Og ég að hugsa aðeins af hverju þarf maður að læra að bíða? Vegna þess að lífið bara það. Þeir sem eru góðir í lífinu eru þeir sem eru góðir að bíða. Góðir að bíta í tunguna sér þegar það á við. Ef við störfum alltaf bara á tilfinningum, þá verður lífið mjög erfitt. Eins og þeir sem eru þar kannast við. Það verður kannski fjör, en það mikil rússíbanareið. Og samfélagið einfaldlega samþykkir það ekki, að maður sé óheftur. Og það í raun og veru munurinn á okkur og dýrunum, að við getum í raun og veru haft hemil á tilfinningum, við getum sett okkur í spor annarra, við getum ákveðið að safna. En þetta verður alltaf erfiðara og erfiðara í dag. Af því að þegar við erum náttúrulega svo gamlir að þegar við vorum ungir þá þurftum við að bíða í viku eftir næsta þætti í sjónvarpinu. Og sjónvarpið sagði okkur hvenær við áttum að horfa. Það var ekki eins og nætt að fara á klósettið. Þú þurftu bara að hlaupa Og svo kannski þurftum bara að bíða heilt sumar eftir næstu seríu. Það ekkert svoleiðis lengur. Þú bara farð allt núna. Og það kviknar á tölvuninni alveg leið og það ekkert að hlaða inn leiknum eða svoleiðis. Þetta bara tilbúið. Þannig að í raun og veru ennþá ríkari skylda og mikilvægar fyrir foreldra í dag að finna þá leiðir til þess að hjálpa börnunum sem að læra þetta, að safna, að bíða. Því annars verður lífið bara mjög erfitt. Og þetta náttúrulega stórmerkilegt að þessi börn séu að lenda í vandræðum, að þau ná ekki að stjórna þessu. Og það kannski, spyrði kannski næst, hvernig sýnir foreldri kærleika? Já, þetta mjög góð spurning, vegna þess að þetta ekki alveg augljóst svar. Vegna þess að sýna kærleika ekki alltaf að vera bara næs og þægilegur og brosandi. Það í raun og veru mikill kærleikur í því að setja boð og bönn líka.
Stundum þetta augljóst ef að litla barnið að hlaupa með skæri og við byggjum barnið að rétta okkur skærin og það bara nei og heldur áfram að hlaupa að þá náttúrulega þurfum við kannski að bara taka skærin í óþökk barnsins sem verður mjög fúlt og finnst við vera að eyðileggja líf þess bara á þeim tímapunkti. En við tökum það alveg á okkur af því við vitum að það er hættulegt fyrir barnið að hafa skærin. Svo verður þetta flóknara þegar barnið verður eldra og það langar að vera lengur í tölvunni eða langar að fá nýja skó eða nýja úlpu eða gera þetta, vera lengur úti. Það er svona alls konar hlutur og þá reynir á. Af því að í gamla daga þá var engin skortur á því að börnum væri kennt þetta. Ef þú gerðir eitthvað af þér þá bara voru afleiðingar og þú þurftir að vinna fyrir hlutunum. Það var eins og skortur á umhyggju og kærleika. Fólk kunni ekki að sýna það. Þannig að gamla vanrækslan var að börn fengi ekki þessa umhyggju og kærleika. Hrós, faðmlög, fullvissum að einhverjum þykir vænt um mig. Nýja vanrækslan í raun og veru að börn fá kannski ekki endilega ramman og þessa kennslu í að bíða og fatta að það eru afleiðingar af hlutunum. Af því að við í dag, við forðumst að vera leiðinleg við börnin. Við höndlum ekki að þau séu fúl út í okkur, að þau séu leið. Og það skýrist kannski svolítið af því að við höfum bara svo lítinn tíma einhvern veginn. Það er allir svo busy. Og ekki bara við, heldur börnin líka. Þau eru á íþróttaæfingum eða tónlistaræfingum, það eru tómstundir, þau eru bara á fullu. Og svo kannski þessi litli tími sem er eftir fyrir foreldrarna að vera með börnunum, þá tímir enginn að vera leiðilegur þá. Og svo verður þetta ennþá flóknara til dæmis þegar skilnaður hefur átt sér stað. Og ég með barninu mínu kannski bara takmarkaðan tíma, þá er ég ekkert endilega til í að fara að vera eitthvað leiðilegur þann tíma. Ég er að vona hinn bara að sjá það. Þannig að við þurfum að axla svolítið þessa ábyrgð. Það er kærleikur að setja hennar ramma. Það er raun og veru sjálfselska að ætla að hlífa sér á barninu við því að vera leiðilegur. Þegar ég segi leiðilegur þá meina ég náttúrulega að vera á heilbrigðan hátt sá sem setur mörk. Ég ætla að spyrja þig svolítið núna, það er kannski ekkert víst að sé til neitt gott svar við þessu. En ég er ofta að hugsa því að ég þú nefndi það að við erum svolítið gamlir og ég upplifði það þegar ég var að alast upp, þá var ég ekki svona upptekinn. Maður var í ýmsu, en maður fór bara alltaf tveimur jafnfljótum og svona sinnti því sem manni datt í hug, Og ég hafði aldrei áhyggjur af því að það myndi ekki rætast úr mér, þrátt fyrir þetta litla metnað. En í dag, þá er rosaleg krafa og ég upplifði þetta sem kennari og ég upplifði þetta líka sem prestur, að það er einhvern veginn, ef að barn, kemst ekki í bara íþróttir, tónlistarskóla, tómstundir, þá er eins og sé bara búið, þá er bara eins og allt sé búið. Og barnið er bara, það er bara hræðilegur, þessu stilt alltaf svona einhver hræðilegum atburði að missa á æfingu, að missa af einhverju öðru og það er rosalega pressa það, ef maður missir af einhverju, þá mun það hugsanlega koma niður á hæfni manns eða framtíðinni. Þessi hraði, þessi metnaður, þessi ákafi, hvað gerir hann í þessu samhengi? Þetta er mjög góð spurning. Jú, ég held að við séum öll svolítið átt okkur á því að þessi árangurstrifni kraftur, að ná einhverjum svona mælanlegum árangri, að vinna, að vera bestur, einhvern veginn að sigra, að kannski er það ekki alveg leiðin fyrir alla. Það er fullt af fólki og krökkum sem eru bara þannig samansett að þau njóta þess að ná árangri og að vinna. En ég finn mikið fyrir því bara í mínu starfi að það er mikið af börnum, stálpuðum börnum sem eru farin að finna fyrir bara pressu. Þau eru bara kvíðin, þau eru stressuð, það er svo mikið að gera. Og það er kannski bara við sem samfélag þurfum bara aðeins að bara stoppa, byrja aðeins að hugsa málið, þurfa allir að verða bestir. Er ekki bara tími til þess að hafa gaman þegar maður er yngri og sinna kannski þessari árangurskröfu bara seinna. Og kannski fyrir líka hug að því hvað það er sem skiptir mestu máli í lífinu. Ég er ekki hrifinn af því
að það er mjög algengt að íþróttaæfingar barna og unglinga séu á matmálstímum, kvöldmatartímum. Já. Þetta hefur náttúrulega allt með að gera að það er umsetin íþróttahúsin og aðstæðan. Já. En mér finnst það slæmt að það séu skipulagðar æfingar fyrir börn á þessum tíma. Þegar fjölskyldan á að vera saman í rólihautum. Já. Þannig að, já, það er rosalega mikil svona árangurstrifin krafa. Við ætlum alltaf að vera best, sko. Já. Og við erum með fyrirmyndir fyrir framan okkur, sko, sem eru best, sko. Já. Við Íslendingar erum náttúrulega bara best í heimi. Já. Og við ætlum öll að verða best, sko. Já. Þannig að við þurfum kannski aðeins að slaka á, finnst mér. Já. Ég er nefnilega með kenningu sem er svo að ef þú ætlar að vera bestur í einhverju, þá skiptir ekki öllu máli hvort þú mættir á allar æfingarnar þegar þú ert 8 ára, heldur það að þegar þú ert allt í einu kannski orðin 18 eða 19 ára, þá finnur þú innri hvöt hjá þér til þess að vilja vera bestur í einhverju og þá færst þú sjálfur í það að setja þér markmið með að ná því. En ég veit ekki hvað sé rétt. Sko, við vitum það einfaldlega með rannsóknum að börn sem eru hamingjusöm á barnsaldri, þau munu ná árangri í því sem þau hafa áhuga á, seinna meir. Þeir eru komin á 30-aldur, þá munu þau hafa segluna, þau munu hafa tilganginn og þau hafa bjargráð til að ná þeim árangri sem þau vilja ná, jafnvel þó þau hafi mist af einhverjum undirbúning. Hvort sem það er í formi náms eða æfinga eða eitthvað þess að þau munu ná þeim árangri sem þau langar í ef þau eru hamingjusöm. Ef þau eru ekki hamingjusöm, þá vantar segluna til dæmis og þá gefstu fyrr upp, verður pirraður, verður sjálfsgagnrýninn. Þannig að, og það er eitt af því sem að gerist þegar maður fær ekki innan ramma, það er svona hæfilega viðnám, að maður lærir ekki að þessa seglu. Hana vantar. En ef við svona hugsum aðeins, kannski koma aftur aðeins að kærleikanum og því að náttúrulega foreldrar náttúrulega kenna kærleikan og og þá var kannski velta fyrir sér hvort það geti ekki haft svolítið áhrif á guðsmynd barna, hvernig uppeldið er, hvernig uppeldið það fær. Jú, sko, mín trú er svo að allt á jörðinni er einhver endurómur af sköpun Guðs. Þetta er allt eitthvað líkingamál. Hann skapar okkur til hvers? Hvað þarf hann á okkur að halda? Hvernig björgum við honum? Hann þarf okkur ekkert, nema bara fyrir tengslin. Hann elskar okkur og þráar okkur, hann skapar okkur fyrir tengsl. Þurfum við börnin okkar? Nei. En við þráum að hafa þau, við þráum að sinna. Þannig að þetta er allt svona eitthvað líkingamál. Þannig að hættan er svo að ef ég á foreldra sem eru ekki með skilyrðislausan kærleik, sem eru með skilyrtan kærleika, að þá fari ég að heimfæra myndina af þeim yfir á guðsmyndina sem ég hef. Og þá verður guðsmyndin neikvæð. Ég verð hræddur við Guð. Það er hefningjart Guð. Nú talandi ekki ef að foreldrar einfaldlega kenna börnunum sínum, bara bókstaflega að Guð sé hefningjart, að Guð sér til þín, sko, þú verður að passa þig, annars verður hann vondur, sko. Það er alveg hræðilegt. Og fyrsta lagi verður guðsmyndin mjög óheilbrigð og í verstu tilvikum getur þetta bara einfaldlega ítt krökkum á stað í bara alls konar geðeinkenni, sko. Bara það sem að þau bara fá geðsjúkdóma, það sem eru bara einfaldlega hrædd við Guð. Hvernig er að vera hræddur við Guð? Það er ekki skelfilegri í heiminum. Þannig að já, auðvitað skiptir máli að uppfræðslan sé góð, en kannski fyrst og fremst fordæmið. Ef ég sem foreldri kem fram í þolinmæði, að festu, að þá verður þessi mynd af kærleikanum og Guði miklu betri. Og hvernig kannski, við erum aðeins búin að tala náttúrulega svona kannski hvað jafnvægi í þessu og komið inn á það. Ég er að hugsa svona kannski, hvernig finnum maður kannski eitthvað jafnvægið, eitthvað sem er sko mátulegt varðandi þetta setja mörk og varðandi viðspyrnu og annað slíkt, sko. Sko, það er ekki til einhver bók sem segir nákvæmlega hvað er nóg og hvað er ekki nóg. Og börn eru líka bara svo ólík. Og sum þurfa meiri festu og önnur þurfa minni festu. Þannig að sum þurfa meiri staðfestingu á því einhverju þykir vænt þau. Og foreldrar eru náttúrulega bara sérfræðingar í sínum börnum. Ég er ekki sérfræðingur í öllum börnum. En foreldrar eru það. Þau eru sérfræðingar í sínum börnum. Þannig að raun og veru þessi balans, hann kemur með þegar ég er opinn og horfi inn á við. Það er náttúrulega svo mikilvægt. Ég skoði hvað er ég að gera, get ég gert eitthvað öðruvísi, verið stöður í sjálfsgagnrýni svona á heilbrigðan hátt. Að síðan í raun og veru bara nota eitthvað
ef við notum eitthvað líkingamál, það var flestir, já, á okkar kynslóð allavega, flogið með flugdreka og flugdrekar eru þess eðlis að þeir þurfa að vera í bandi og það þarf að tosa í bandið og það þarf að vera vindur á móti þeim til þessi fljúi. Ef ég tos svo fast, eða vindurinn er of mikill, þá hrapar flugdrekinn. En líka ef ég sleppi, eða hefa oflaust, þá dettur hann líka. Og það er engin bók til það hversu fasta á að toga í flugdreka. Kannski er einhver flugvélaverkfræðingur búinn að reikna þetta út, sko. En maður finnur bara út úr því. Já. Bara vindurinn er breytilegur, drekinn er breytilegur og saman með börnin. Maður þarf bara að finna einhvern ramma og þetta er ekkert rosalega þröngt bil. Ég segi stundum við foreldra að ef þið gerir 30% rétt í uppeldinu, þá á barnið ykkar alveg fer, sko, svona séns í lífinu. Já, já. Og vonandi eru nú flestir fyrir ofan það, sko. Já, ég hugsa það, Já. og vona. En eitt sem ég langar líka svolítið að sko ræða við þig, það er þetta með því nú þegar við erum að fást við uppeldi, þá ætlum við að fást við börn á ólíkum þroskastigum og þau eru að taka inn heiminn á sinn hátt og mér langar svolítið að ræða við þig kannski tilfinningalíf barna. Það er náttúrulega birtist á fjölbreyttan hátt og hvernig maður kannski, ég tek bara dæmi fyrir þig. Nú kemur bara barnið þitt, það kemur heim úr skólanum, það er miður sín og það sem þessi 12 ára og fyrsta sem það segir er Jonni íþróttakennari, hann er algjör vitleysingur. Hvað gerir maður þá? Sko, það sem við fullorðna fólki reynum oftast að nota eru rök og útskýringar. Já. Og við erum svo klár, sko. Við ætlum alveg að útskýra þetta bara og laga málið. Við byrjum að segja til dæmis, já, sko, þú verður náttúrulega bara að skilja það að stundum bara mætur fólk í lífinu sem bara er ósanngjarnt og erfitt og þú verður bara að þola það, því þannig verður bara lífið. Þetta bara fyrir fram í barninu, það heyrir ekki einu sinni. Nei. Og síðan getum við sagt, sko, já, það er nú ekki rétt, ég veit nú ekki betur en að þú hefði sagt að Jonni sé nú bara besti kennarinn, þú sagði það nú í síðustu viku, sko. Já. Nú er hann allt í einu bara leiðilegastur, sko. Já. Þetta virkar ekki. Nei. Við verðum að hafa það í huga að börn starfa nánast eingöngu á tilfinningum. Það er þeirra leið. Framheila-kerfið þeirra sem beislar tilfinningarnar og vinnur úr þeim er bara ekki fullþroskað. Þannig raun og veru langflest þau sem þau segja, sem þau upplifa, eru bara hreinar tilfinningar. Og okkar verkefni er að stöðugt að minna okkur sjálfa á, er ég búinn að hlusta á tilfinningarnar. Þannig ef að barnið kemur heim og segir að Jonni sé fáviti, þá segi ég ekki, já, einmitt Jonni er fáviti. Nei. Ég þarf ekkert að hafa skoðun á því og ég þarf ekkert að vera sammála, en ég get sagt, já, hvað sér, finnst þér íþróttakennarinn vera fáviti? Já, ok, þá skil ég okkur og vilt ekki fara í íþróttir, sko. Ég er ekkert að samþyggja eða hafna, ég er bara að segja, ég heyrði hvað þú sagðir. Og flest börn þurfa því að halda. Meir en nokkuð annað, meir en útskýringar, meir en rök, auðvitað getur það komið líka, við þurfum að uppfræða þau. En fyrst og fremst er verkefnið okkar að mæta þeim tilfinningum. Og hvað, af hverju þurfum við að mæta þeim tilfinningum? Hvað? Sko, af því að ef við gerum það ekki, ef við venjum okkur á þessar aðferðir sem við gerum flest, við bara föllum í þessa grefi, þessi rök og útskýringar, að þá hætta það að leita til okkar. Þá leita þau frá okkur. Og svo þegar þeir komið á unglingsaldurinn segja þau, þú skilur mig ekki, eða þú hlustar aldrei á mig. Og það er bara rétt, eins og það snýr við þeim, það er alveg rétt. Okkur finnst það ekki rétt. Nei. Við erum alltaf að hlusta og alltaf að skilja þau, en við skiljum ekki til þeirra. Þannig að sama hvað þau segja, ef þú átt 15 ára dóttir sem tilkynir hátíðlega að hún ætlaði að fara á þjóðhátíð í sumar. Já. Að staðan fyrir að útskýra fyrir henni að það sé nú bara ekki í boði eða það sé aldurstakmark, þá verðum við fyrst að spyrja, akkur langar það þjóðhátíð? Hvað er svona spennandi við þjóðhátíð? Hún fara að segja það og já, ok, á hljómsveitin hana, já, vá, frábært. Og svo gætir þú þurft að beita foreldravaldinu þínu og bannin að fara, svo að þú verður bara að fara seinna þegar þú verður eldri. Þá getur hún ekki sagt, þú skilur mig ekki. Eða upplifir það ekki að þú sést bara á mótinni. Þetta á líka við ef að börnin segir eitthvað sem er mjög erfitt. Ef barnið mann segir sem er það erfiðasta sem fólk heyrir. Ég er svo ómögulegur, ég er svo ljótur og vitlaus, mér langar að deyja. Hvað gerum við þá? Það er bara óbáslega erfitt. Langflestir fara inn að laga.
Já, já. Nei, þú ert svo frábær og okkur þykir svo vænt um þig og þú ert svo klár, þú ert svo góður hérna á klarinettið og bara... Já. En það sem við erum að segja við barnið, ég er ekki að hlusta á þig. Barnið var að trúa okkur fyrir einhverju og við erum ekki að hlusta. Þannig við verðum bara að stoppa og segja, hvað sér, finnst þér að vera svona ómögulegar þegar langar að deyja? Já, vá, þið lítur að líða það bara mjög illa, segir þau. Já, mér finnst erfitt að heyra það. Þetta er það sem barnið þarf á að halda. Fyrst og fremst að við staðfestum bæði jákvæðar og neikvæðar tilfinningar. Að það sé raunverulegar og þau er rétt á því. Þannig að, en við klikum, við dettum aftur í rökin, sko. Og merkið að við séum aftur komin í rökin er að samtali bara gengur illa við barnið. Og þá þurfum við bara að stoppa og segja, heyrðu fyrirgefðu, getum við byrjað aftur? Hvað varst eftir að segja þetta með bekkjarkvöldi? Já. Og það er kannski einmitt munar eins og kannski búið í að það bara munar að það er kannski sikkvort kerfið sem er verið að nota. Það er annars vegar tilfinningarkerfið og svo framheilin og kannski fullorðna fólki löngu búið að gleyma því að það hefur ekki alltaf haft þróaðan framheila, sko. Og en mér langar, ég held að við, það var svo mikið sem áttum að tala um og leiða fólk í allan sannleikum í þessum fyrirlestri. Ég held við að eitt sem við eftir að tala um, það er nú kemur aftur eina á svona ómögulegu spurningum frá mér. Það er með hamingjuna. Hvernig getur þú gefið mér uppskrift að hamingjunni? Já, sko, í raun og veru já. Ég skal reyna að vera mjög, einfaldur í því. Einu sinni heldum við að maður var í hamingjusamur með því að eignast hluti. Eiga hluti, veraldlega hluti, peninga. Við vitum að það er ekki satt. Síðan heldum við að lausnin væri að eiga nógu mikið af vinum og fjölskyldu. Því miður er það ekki heldur lausnin. Fullt af fólk er umvafið fjölskyldu og vinum en er samt ekki hamingjusamt. Hamingjan er í þakklæti. Þar liggur hamingjan. Að vera þakkláttur fyrir það sem ég hef. Og ef að bænheita mínar á hverjum morgni til Guðs myndi byrja á því að þakka honum fyrir það sem ég hef. Að þá væri útlitið okkar til lífsins miklu jákvæðara. Þannig að í raun og veru, sá sem er þakkláttur fyrir það sem hann hefur, hann er bara hamingjusamur. Já. Og það liggur í því. Já. Og það er nú svona sýnt sig að, þakklæti er ekki eitthvað sem maður kannski fær bara ákveðið mikið af. Það er eitthvað sem maður getur ræktað með sér. Já, mjög margir að bíða eftir því að það verði hamingjusamir, að einhvern veginn allt verði eins og þeir vilji, að fólki allir í kringum þeim verði eins og þeir vilji eða eignist eitthvað, það virkar ekki þannig. Maður getur byrjað bara þegar maður vill að verða hamingjusamir. Með ekkert á milli handana. Nei. Ég hef nefnilega verið auðmýktur og hitt fólk sem á ekkert, en var bara opaslega hamingjusamt og þá fattaði ég bara hvað ég var vanþakklátur. Já, það myndi á það. Já, við höfum það náttúrulega mjög gott hérna á Íslandi, við gleymum því stundum. Já, og mér er að hugsa því að við í síðustu viku var að vera að ræða biblíusögur og ég man á eftir einum sem fór að leita hamingjunni sem að fann sig síðan bara með að svínana Já, glataði sonurinn, dýndi sonurinn. Já. Hann fekk allan penninginn. Já. Það var rosa gaman í smástund. Já. En svo fór hann á botninn og fattaði að það var ekki þar. Lausnin var ekki þar og hann var auðmjúkur og hann fattaði hvað þeir sem voru að vinna hjá pappans höfðu það gott. Og það var eina sem hann þurfti, bara að hafa einhvers konar öryggi. Hann baði ekki um neitt annað. Hann fékk miklu meira. Og það er það sama með okkur og Guð, að ef við auðmjúkjum okkur, erum þakklátt, við munum fá það sem við þurfum. Við fáum miklu meira heldur en við þurfum. Nú vil ég aftur breytast í gamla mannin og mér langar svolítið að tala um svona eitthvað sem að fólk tala mikið um og maður hugsa þetta með bara afþreyingarmiðla og annað slíkt sem að fólk er að fást við. Við náttúrulega horfum í það að það verður svakaleg breyting í því og mikið þróun og það náttúrulega er orðið þannig að þú getur, ef þú bara ferð í Bónus og versla vel getur verið bara nokkuð lengi einn heimahjöður með afþreyingarmiðli og engu öðru. Og segðu mér, nú heyrir maður alltaf eitthvað svona sitt og hvað með þetta. Hefur þetta eitthvað að segja? Rannsóknir eru bara til að skýra með þetta. Afþreyingarefni, hvort sem það er sjónvarp eða tölvur eða eitthvað þess að internetið, það stækkar þetta tilfinningakerfi okkar. Það bólnar út og frammeðlakerfið minnkar. Það er að segja, við verðum ofurseld tilfinningum, við verðum náttúrulega bara fíklar í raun og veru og eigum erfiðara með að hafa einhverjar hömlur á okkur. Börnin eiga í lengan séns.
Því að þeirra framleiðakerfi er bara ennþá það lítið að ef þau hafa mikinn aðgang af afþreyingarefni að það verður lífið óbærslega erfitt. Þau vilja fá allt bara núna, geta ekki beðið. Þannig að já, það er varhugavert að svolg rísi of miklu afþreyingarefni. Og það raun og veru skiptir ekki endilega máli hvort það sé jákvætt eða neikvætt, svo lengi sem þetta er bara afþreying og ég er ekki að glíma við neitt, ég er ekki að takla neitt, þá mun tilfinningakerfið mitt stækka og framheilakerfið minnka. Og kannski aðeins að því að nú bara nefnum við það, bara líka sko, upp á samhengið, hvaða máli skiptir framheilakerfið? Sko, það er það sem gerir okkur mennsk, það er það sem hjálpar okkur að safna og bíða og sumir hafa nú svona lagt til að kannski séu Íslendingar með minni framheilin en aðrir. Ég veit nú ekki alveg hvort að það sé satt, sko. Veitu, hver hefur að tala um þetta? Þetta, fólki sagði það einhvers staðar, sko. En við, sko, kannski hefur umhverfið okkar á Íslandi mótað okkur. Við vorum svona túrafólk. Það var bara þurrkur og það þurfti að heyja og svo kom bara fiskur og það þurfti að veiða og gera á honum. Þannig að við erum svolítið góð í því. Við erum að læra, við erum að þroskast. Við erum að læra að nota framheilin okkar. Hann er þarna, sko. Nei, sko, framheilin í raun og veru gerir það verkum að ég get neitað mér hluti til dæmis. Ég get haft kontról á tilfinningum þegar ég þarf á því að halda. Stundum er í lagi að hleypa tilfinningunum út og við þurfum alltaf að staðfesta tilfinningar líka hjá okkur sjálfum. En stundum þarf maður að hafa einhvern heimilaðin. Til dæmis ef að einhverju umferðinni svínar að þig, þá væri til dæmis alveg stórsniðugt að hafa heimil á tilfinningunum. Það er svona dæmi svona einfalt daglegt atvik þar sem að væri gott að hafa heimil. Ef einhver reiðist framfyrir í röðin í bónus, þá væri gott bara að hafa stjórn á tilfinningunum. Þannig að, nei, ef við höfum ekki framheilakerfi sem virkar, þá verða hlutinni mjög erfiðir. Við verðum til dæmis drifin áfram að ótta, þá verður það svona stærsta tilfinningin sem keyrir okkar áfram. Við erum alltaf að búast við einhverju. Við reiknum alltaf með því að fólk sé að plotta gegn okkur eða einhver sé að tala um okkur eða sé að móta okkur. Já, þannig að það má ekki gera lítið úr mikilvæg framheilan, sko. Nei, og svo þurfum við að fara vel með hann. Við þurfum að vernda hann. Við mögum ekki skalla veggi, sko. Nei. Við mælum ekki með því, sko. Og bara líka sem börn, bara aðeins að hugsa um þetta. Sem betur fyrir hefur íþróttahreyfingin aðeins vaknað til lífsins með það og það er mjög flott. Sum íþróttafélög banna til dæmis börnunum sem eru að æfa fótbolta að skalla boltann á æfingum. Bara er hann að takmarka höfuðhögg. Að við vitum að bara lítil höfuðhögg geta haft mikil áhrif á framheila þroska. Og talandi um ef maður er á til dæmis hjóli eða vespu. Það er til dæmis eitthvað sem að foreldrar gætu tekið upp með börnunum sínum að það er ekki sjaldan sem maður sér sko krakka hjálmlausa til dæmis. Og svo líka, en þetta er þetta er svona mikilvægi og svo kannski getum við séð fyrir okkur sko ef að málið þróast þannig að kannski þetta tilfinningakerfi hefur yfirhöndina yfir framheila þroskanum að þá kannski getum við fara að sjá það sem eru bara, svo má segja, tvö tilfinningakerfi að tala saman. Já, það veit yfirleitt ekki á gott. Það veit yfirleitt ekki á gott. Og ég veit að það eru Gottman-hjónin í Bandaríkjunum sem eru svona leiðandi í svona parameðferðum. Þau láta fólk gjarnan vera með púlsmæli og súrefnismettunarmæli inn í viðtali. Og svo þegar bara fyrir yfir ákveðin mörk þá bara stopp, hörðu, nú ætlum við að stoppa. Nú er enginn að fara að tala saman. Þeir eru bara tilfinningar að fljúga. Þannig að við tökum bara pásu. Það er bara að stoppa það. Já, og það er eitthvað sem við þurfum aðeins að temja okkur að leið og tilfinningarnar taki yfir. Það gerist bara stundum. Það þurfum við að hafa þroska til þess að fatta helst þegar það er að gerast. Og eins með börnin, sko, ef þau eru í kasti, við erum ekkert að fara að hjálpa þeim þá. Nei. Ef að barnið mitt er í kasti, hvað þarf það þá? Það þarf space eða það þarf umhyggju. Svo getum við talað um hlutin seinna. Bara þegar allir eru rólegir. Það er ekki best að standa bara yfir því öskra á það með kasti. Nei, og stundum reynir á þetta. Ég meina, þú ert kannski ungling sem að þú gerir samningu að ef þú gerir þetta og passar þetta og gerir ekki þetta þá ætlum við að borga fyrir bílprófið og þú fær bíl. Svo bara 16 ára gamall kemur unglingurinn heim, löggan með hann á hnakkadrambuna þegar hann var fullur og stal bíl, sko. Hvað þá? Hvað þarf barnið þá? Því líður mjög illa. Það þarf ekki fyrirlestur eða útskýringar. Gastu ekki einu sinni, þetta var svo einfalt og ég sem var að bjóða. Það fann náttúrulega bara umhyggju. En þetta sem við töluðum áðan,
Það kærleikurinn, Já. en svo þarf að ramma hann líka. Já. Og það sem bara herðu, ekki hafa áhyggjur, þetta mun allt leysast, við finnum út úr þessu, farðu bara upp í herbergi og fáðu keks og mjólk, við tölum þetta seinna. Já. Já. Svo þarf að tala þetta. Já. Þegar allir eru rólegir og það eru afleiðingar og svona. Já. Það þurfa að vera. Já. Já. Þannig lærir maður bara lífið. Já. Og þetta er kannski þessi svona einmitt list sem fólgin í því að vera foreldri. Það er að temja sér ákveðna hluti og kannski hugsa hlutin út og vinna með svona ákveðin vinnubragð í rauninni. Já. En ég var nú að við erum alltaf búin að fara yfir kærleikann og hamingjuna. Þannig að það var nú fátt eftir, finnst mér, og trúræknina og ýmislegt fleira. Og kannski er eitthvað sem þú vilt bara segja að lokum. Sko það eitt sem ég kannski mætti bara nefna, við talaðum hérna fyrir fyrirlesturum og maður heyrir það svo sem út undan sér og í fréttum að mörgum börnum líður illa. Og það er bara orðin, ég veit ekki hvort við getum notað orðið faraldur, en þetta er allavega orðið alvarlegt vandamál. Og hvað er að gerast? Börnin sem að hafa allt og eiga allt og hafa alla möguleika, þeim líður bara ekki vel. Ég stundum verið að velta því fyrir mig hvað það er og kannski er hlutaskýringunni að þau eru í ákveðinni tilvistarkreppu. Fyrir 100 árum síðan, hálfstálpaður unglingur eða barn, þá hafði ég hlutverk inn á heimilinu. Ég þurfti bara að fara út í fjós eða ég þurfti að fara og hjálpa að ná í kindurnar. Ég var með mjög skýrt hlutverk. Ég hafði tilgang. Núna einhvern veginn verð ég óvart svolítið sjálfhverfur. Það er bara verið að skutla mér og þjálfarinn er að hjálpa mér og kennarinn er að hjálpa mér, en ég hef ekki beint hlutverk. Þannig að ég held að við getum hjálpað börnunum okkar mjög mikið með því að afhenda þeim bara alvöru hlutverk. Þar sem þau bara bera ábyrgð á einhverju og bara hjálpa til. Við þurfum að vera duglegri við það. Það er erfitt að því stundum er bara einfaldar að gera það sjálfur. Ef ég myndi spyrja mig hver er besti undirbúningur sem þú fékkst fyrir ævina, það var að þegar ég var 5 eða 6 ára, þá var ég í sveit og ég þurfti alltaf að ná í beljuna. Beljur eru óútreiknanlegar. Akkurat. Og það er í rauninni, maður býr að því. Já, ég man eftir sjálfur mér bara grátandi í þessari stöðu, 6 ára, þar sem að beljurnar bara stoppuðu og vildi ekki fara lengra og ég var bara alveg við það að bugast. En svo fann maður út úr þessu og þroskaðist. Ég var alltaf mjög þolinmótt barn. Þannig að það var stundum svolítið svona bara stand-off milli mín og beljunar. Við komum ekki einhvern veginn að tala um það. En bara, Jóhann, bara takk fyrir að koma og takk fyrir að spjalla og loka orðin verða þín. Já, mér langar svolítið að því við byrjum á því að tala um Leo Tolstói og hvernig hann sagði að allar hamingjusamar fjölskyldur væru eins og hamingjusamar fjölskyldur væru alls konar. Hann sagði líka á öðrum tímapunkti að það vildi allir breyta heiminum, en það vildi enginn breyta sér. Og það var kannski bara ágætt að við bara endum kannski orðum móður Teresu. Hún var spurð að þessu. Hvernig get ég breytt heiminum? Og þá sagði hún, með því að fara heim og elska fjölskylduna þína. Það er þar sem fjölskyldan er grunneining samfélagsins. Þannig að við þurfum að sinna því vel. Ef við gerum það vel, þá er við blómlegt og gott samfélag. Takk fyrir það. Takk fyrir mig.